fræðaskóla notum við gspóstur.com sem netfang og lykilorð er hægt að fá hjá kennsluráðgjafa. Þegar búið er að skrá sig inn er hægt að sjá upp í hægra horninu hver er innskráður. Þar er hægt að nýta flýtileiðir til dæmis til þess að komast inn í póst eða myndir, en það sem fólk notar helst er þessi kassi sem sýnir mörg Google-forrit sem eru algeng. Það er hægt að nálgast fleiri en þetta eru þau sem oftast eru notuð. Og við ætlum að fara inn í Drive og hér kemur það upp og það fyrsta sem maður sér eru möppurnar sem að liggja inn á það sem kallast drifið mitt. Það er hægt að búa til óteljandi möppur og gott að hafa gott skipulag. Í deilt með mér er hægt að sjá þau skjöl sem aðrir hafa búið til og deilt með mér. Hægt er að vista myndir undir Google myndir og undir nýlegt er hægt að sjá þau skjöl sem nýlega hafa verið opnuð og það getur alveg verið eftir fjölda skjala hvað sést mikið og langt aftur í tímann. Hægt er að stjörnumerkja skjöl og einnig er hægt að fara í rusl og sjá því sem hefur verið eytt. Það er hægt að breyta útlitinu. Maður getur séð litlar skjámyndir af gögnunum sem liggja þarna inni eða nota lista. Hægt er að flokka hvernig gögnin birtast eftir heiti, síðast breytt og síðast opnað. Einnig er hægt að sjá nánari upplýsingar skjölin með því að smella á þau og í stillingum er hægt að breyta ýmsu þó að flest sé nú sjálfgefið. Það er hentugt að leita á drifinu og ef maður slær inn orð þá koma upp þau skjöl sem að innihalda það orð.